Já, verið velkomin hingað til okkar í Álfafelli enn og aftur. Nú að byrja leikur Sólar Kristínardóttur Mixa og Önnu Sigurbjörnsdóttur í 8 manna úrslitum BH-bikarsins. Eins og alltaf, ég Jóhannes Bjarki Úrbansis Tómasson og tek á móti ykkur með Tómasi Inga. Velkomin. Já, takk. Mjög spenntur fyrir þessum leik. Já, við sjáum hérna að boltahnokkin okkar að koma öllu fyrir, sækja kúlur fyrir leikmenn og stilla upp dómaraborði og stelpunar að slá inn. Hvernig heldur þessi leikur fari, Tómas? Já, bara spennandi leikur að fara í gang. Ég held að það sé hægt að segja að Sól sé kannski líklegri fyrir leik. Þetta Íslandsmeistari í tvílaleik kvenna og tvendar með hann Magnús Gauta, tvílaleik með Harry. Þannig að kannski verður til þess líklegri fyrir leikinn, en Anna með reynsluna. Anna með reynsluna, hún hefur verið sterk í deildinni í ár. En það verður spennandi að sjá hvað kemur út af þessu hérna hjá okkur. Nú boltaguttinn að klára sín störf. Þjálfarar að koma sér fyrir í þjálfarabóksinu. Auður Tinna yfirþjálfari með Önnu og Harriet að þjálfa Sól. Þetta taktískt, Tómas, að hafa leikmann í BH-bikarnum að þjálfa sjálfan sig? Já, þetta áhugavert múf. Harriet líka keppandi í þetta, en þær þekkjast að vera saman eins og ég var að segja. Urðu Íslandsmeistarar saman og liðsfélagar í deildinni, þannig að bara gott að hafa einhver traustar með sér á bekknum. Einmitt. Pétur Martin dómari, hann hefur skýrt allt fyrir stelpunum. Mér sýnist þær vera að verða tilbúnar að byrja. Það Anna sem byrjar með uppgjöf. Hún með sterkar uppgjafir. Já, það er alltaf óþægilegar og erfitt að koma sterkar bolt í byrjun, en við sjá hvað áhrif þetta hefur á leikinn að hún byrji. En við gefum þá leikmennum orðið. Gjörðu svo vel. Anna, fín uppgjöf. Sól þarf að nýta fyrst lóðin að læra uppgjöfnar, komið svo á borðið. Einmitt. Vel gert. Þetta sem Sól mun leggja upp með í þessu leik. Hún býð eftir réttum bolta, nota fórinn sína, reyna að sækja á hana eins mikið hún getur. Áhugaverð móttaka hana hjá Önnu, sterkur undirsnúningur. Anna komin í fórstuð, 3-1. Það stutt stig henni í byrjun. Leikmenn að þreifa hvora á annari, reyna að finna veikleika. Anna með sterkar uppgjafir. Það var að passast Anna, mátti ekki bjóða Sól upp á svona. En já, ég held að mér einkennist í þessum fyrstu lótu eins og hinum tveimur leikjum mótsins að þetta fyrsti leikur eftir langa COVID-pásu. Þannig að það spennandi að sjá hvernig leikmenn koma út úr því, sko. Góð staðsending hana hjá Sól en hittar ekki borðið. Nei, rétt framhjá. Nú, Anna að taka þátt í BH-bikarnum sitt fyrsta skipti, þannig að þetta hennar frumraun og meðan kannski að þessu leyti hefur Sól meiri reynslu en Anna. Hún keppti í BH-bikarnum fyrir 3 árum. Nei, reyndar ég að fletta þessu upp í bókunum hérna. Hún náði ekki að taka þátt þá. Nei, hún var heldur ung þá, fyrir 3 árum. Einungis 12 ára, þannig að hún ákvaði að bíða til núna, en hún hefur kannski spilað á fleiri mótum í ár. Þó báðar verið mjög duglegar að mæta, verð ég að segja. Fimm fjör, já. Þungur hliðarsnúningur. Erfitt að lesa þetta úr uppgjöfinni. Hún er líka fín í því að fela hvort það er undir eða yfir. Þetta er ekki bara einn snúningur, þetta eru 2. Sól verður að fara að læra á sig uppgjöf fljótt, annars getur hún mist þessa lótu frá sér. Sól á uppgjöf í hennu nýuppgerða Álfafelli. Já, salurinn er farin að líta vel út, búið mikið vinnaraðgerðir gangi. Það er nú ekki alveg tilbúin eins og sést hérna fyrir aftan vinstra þjálfarabóksið þar sem sterkur ruslapóki fyrir glugganum. Já, það stendur sig vel. En það er 7-5, Anna með fórstuna. Áhugavert að leikmenn ekki að nýta sér handklæðapásur.
fáir vita að það má taka sér pásu til að þurrka sér í handklæði á 6 stiga fresti. En þær hafa ekki verið að gera það. Oft það notað sem svona pása til að stilla sig inn í leikinn og hugsa taktík. Nákvæmlega. Og það ofta ekki þörf fyrir nefnilega í fyrstlotu að þurrka mikið svita en getur sterkt vopn til að stöðva leik og gefa sér smá tíma sko. Þær virðast báðar vera með sína taktík á hreinu og það var ekki þörf á þessu. Góð ekki Sól. Mér er ekki gleyma að segja að Sól er líka með mjög góð rykkjaðir. Líklega eitthvað bestu rykkjaðir landsins hvernig megin. Það gleymist nú ekki, en það var hún tvöfaldur Íslandsmeistari og bara 14 ára. 15 held ég? Nei, 14. Já. 06, Nei, já, það er 2006. Jeez, hvað ung. Góð uppgjöf Önnu. Búin að vinna nokkur stig beint úr uppgjöf í þessari fyrstu lotu. Vel gert þarna. Nú er Sól aðeins byrjað að koma fleiri móttökum á borðið. Auðveldar að komast inn í spil. Og nú er hún uppgjöf í 9-9. Vel gert þarna. Tekur sína signature tomahawk uppgjöf. Fær hann beint í fórnuna og þakkar pent fyrir. Og allt í einu er Sól farin að finna sig í forystusettinu. 10-9. Kom niður í fyrst sinn 10-9. Og tekur lotinu 11-9. Þetta var dálítið, hann stal þessu í lokin. Það má segja það. Góð uppgjöf í lokin, þóttist gera undirsnúning en setti engan snúning á uppgjöfuna og Anna ætlaði að flippa en misreiknaði flugið á boltanum. En nú fara þjálfarar í 1 mínútu að tala við leikmenni sína og þjálfarar eru auðvitað í þjálfaraboksunum. Geturðu sagt okkur frá þeim, Tómas? Já, þetta er nýjum kjör í bikarnum auðvitað. Við ákveðum að út af COVID fór að smitt, settu það í þjálfaraboks. Og þjálfaraboks er inn á vellinum sem gerir þetta aldrei frábrigðið öðrum mótum. Þessi þjálfarinn er venjulega fyrir utan en núna fyrir innan. Þannig að spennandi að sjá hvort að leikmenn hér muni nýta sér þetta einhvern veginn og reyna að senda inn í þjálfaraboksið. Já, önnur þjálfaraboks hafa náttúrulega oft ekki verið svona inn á vellinum, heldur kannski í hornunum frekar og Andrian Garciu hjá rúmenska sambandinu hefur svolítið talað á Twitter að kannski eigi að gefa leikmennum rými fyrir aftan boxið. En þetta er svona, menn er ekki á eitt sammála um það. En þetta er áhugaður nýjung að prófa hérna í bikarnum bara. Nákvæmlega. En já, fín fyrsta lóta. Anna stóð vel í Sól þarna og hefði nú getað tekið þetta. Mistin er alveg í lokin. En ég held að Sól var að spila þetta hárrétt. Að koma sér í spil, sitt spil og þó hún var aðeins að klikka nokkuð boltamanna þá held ég að þetta muni fara að lenda meira og meira inn. Þannig að Anna verður að koma með einhver svör í þessari lótu. Einmitt. 1-0 fyrir Sól í annars jöfnu tabli og þá er komið að Sól á uppgjöf. Já, vel gert. Sterk byrjun þannig í nýrri lótu, vinklar vel. Sól er búin að vera að vinna svolítið með bakhunduna á Önnu í fyrstu lótunni og þarna var Anna tilbúin í bakhund og Sól einbeitti sér á forhund, þannig að það er erfitt að lesa taktíkina þannig. Sjáum eitt af styrklingu Sólar er einmitt í uppgjöfinni að mjög góð að setja upp næsta bolta. Koma sér inn í spil. Anna verður að passa í móttökum minna, að hleypa henni ekki of auðveldlega inn oft. Nú er Sól breyst allt á borðið. Já, ódýr mistök frá Önnu. Ég vissum hún svekki sig við þessu stíi. Sól komið alveg forskot hérna strax í byrjun, 4-1. Vel spila. Já, það er ekki sem að Sól hefði getað ímyndað sér betri byrjun á lótu heldur en innmitt þessa. Nei, við erum svo nokkuð tælt núna en þetta eru góðu boltar hjá henni og við erum svo auðvitað að gera þetta er oft. Góð uppgjöf hjá Önnu þarna, laus í úrliðnum og við sjáum hún heldur óvenjulegu gripi þegar hún gerir uppgjöf. Aðeins breiðari úrliðsstaða heldur en tíðkast meðal þeirra sem gera pendulum.
hann er annars skapar sér færi, hún verður bara að fara að nýta þetta líka, en þessi rétt hjá hann að byrja að reyna að koma sér aðeins inn í leikinni og hún ætla að lega Sól að stjórna, þá verður það ansi erfitt þetta. Rétt fram í hana. Sól hoppar og skoppar milli stiga til að halda fótunum höndum. Það er mikilvægt að kólna ekki og missa ekki einbeitinguna í svona leik. 7-3 segir Pétur Martin dómari og Anna á uppgjöf. Pétur Martin er einn af virtari dómurum landsins. Jú, alþjóðlegu dómari sem við höfum. Það eru fáir í þeim fræga hópi, alþjóðlegar dómar á Íslandi og alltaf þurfa að bæti í. Algjörlega. Það er góð staðsending hjá Sól hann. Frábærlega gert. Tegi fyrst á hann utarlega í forhund og fær hann, veit hvert hann fær hann, næsta utarlega, smetla hann beint í vasann og stýrir hennar. Já, 9-3, þetta er dálítið frábæri síðustu loti. Það var net, kallar dómari. Hættulegu bolti rétt yfir það. Ef þessi hefði farið á borðið væri lotan gott sem búinn. Já, þetta var mikilvægt stig fyrir henni, hún þarf að fara saman sér fleiri og fleiri, minnka bilið. Það getur oft verið stressandi að klára lotur, þannig að næstu stig verða gríðarlega mikilvæg. Aftur net hjá Sól. Með lágur ekki er. Lágar og góðar. Vel spilað þarna. Eins og sást hann leið og boltinn fór rétt yfir netið, hækkaði aðeins, þá var Sól ekki lengi að grípa tækifærið. Nákvæmlega. Dreifir boltan líka vel. Annars stendur alveg í hópnum uppgjöfni. Vel gert hjá Sól hana 11-4, þetta var einstefnu lota. Já, þetta er skýr skilaboð frá Sól og það er að Anna þarf að finna einhverja nýja taktík núna. En sem betur fer hefur hún auðvitað Tinnu yfir þjálfara KR með sér á bekknum og ég vissum að þeir geta að kokka upp ykkur ráð. Hvað er það sem að Anna þarf að gera, Tómas? Ég held að Anna þurfi við að fara einbætt sér meira sínu spili í næstu loti. Hún passa að koma sér meira inn. Við sjáum það nú á látbreiði auði að hún er að segja slíkt í sama heldi. Ef hún er að lifa Sól og stjórna allir tíman þá vinnur hún 99% leikja. En ef Anna getur komið sjálfur sér betur inn og farið að sækja þá getur hún sett meiri pressu á Sól. Einmitt, Sól er með Harriet Kardú á bekknum. Kardú fjölskyldan er þekkt fyrir góða bakhandaropnanir og fyrir almennt gott flæði í spilinu. Það er spurning hvað Harriet getur, hvað ráð hún getur gefið Sól hérna fyrir næstu lotu. Harriet er nú sjálf að fara að keppa í BH-bikarnum núna í 8 manna úrslitum á næstu dögum. Við minnir á miðvikudaginn. Já, hún á viðureign við Agnesi Brynjarsdóttur, Íslandsmeistara ríkjandi. Það verður spennandi viðureign. Spennandi leikur, mjög spennandi að fylgjast með. Einmitt. Hann verður hér í beinni útsendingu á miðvikudaginn, en nú eru leikmenn að kjaga aftur af borðinu. Já, dómari kallar tími. Þau hafa 1 mínútu til að ráða þessu. Og þá erum við tilbúin að hefja næstu lotu. Og Anna byrjar með uppgjöf, eins og í fyrsta loti. Anna byrjar betur, 1-0. Það var áður fyrr máttu þjálfarar ekki segja til í miðjum leik. En núna mega þjálfarar segja til svo lengi sem trufla ekki framvindu leiksins. Þannig Anna snýr núna að þjálfarinu sínum. Þjálfarinn getur gefið bendingar og merkja og jafnvel sagt upphátt hvað hann á að gera. Já. Heldur að það muni skipta máli fyrir Önnu í þessari lotu? Geti gert það. Ég sem þjálfari, óvennileg ekki hann að Sól. Þessu ekki. Skrappa aðeins, kom aðeins við brúnna og poppaði upp, kom Önnu dálítið óvart. Hún klórar sér í hausnum svolítið vandræðaleg. Sól sýnir engin svipbrigði. Nei. Meira að segja Harriet er hlægjandi á bekknum. Já. Það er svo einhverju fulli. En eins og ég var að segja sem þjálfari hefur tekið eftir það getur skipt máli á Íslandi hvor áttina leikmann snýr. Þegar eins og segir, ef hann er að horfa á mann og hinstýr baki
getur maður sagt aðeins með látbragði hvort það gerir eins og að senda eitthvað eða gera eitthvað. Það er verra að kalla upp á það, þá heyrir hinn leikmann það líka. Einmitt. Í útlöndum erum við alveg heppin á til íslensku og getum sagt bara hvað á að gera, en getur alveg snúið inn á Íslandi, sko. Kannski er annað sem spilar inn í fyrir þessar stelpur sem eru að taka þátt í BH-bikarnum í fyrsta skipti og það er náttúrulega að Sól snýr núna í áttina að myndatöku settinu og lýsendunum og viðbragðsteymi og sjúkraþjálfarunum. Þannig að það getur verið svolítið stressandi einhvern veginn að hafa allt fjölmiðlateymið hérna megin og þjálfara hinum megin. Nákvæmlega, þú ert ekki bara í einhverjum sal lengur, heldur ert á móti með allt þetta í kring og það getur haft mikil áhrif. Sól annars með stórt forskotleik, þessari lóti það sikið, allt gengið upp í þessari lóti. Já, það er eins og að það sé komin einhver passífur grís í Önnu, hún bara svona situr aðeins á hælunum og skilur boltanum á borðið en Sól er bara ekki að klikka. Nei, Sól að nýta sín færi mjög vel og þannig að þá get ég ímyndað mér óþolandi að spila á hann. Einmitt. 9-2. Það fyrir sér aðeins svo mikið. Já. En samt sem áður, Sól er að takast að opna glufur hjá Önnu. Áhugavert að Anna stendur oft í horninu þegar hún gerir uppgjöf sjálf en þegar hún tekur á móti stendur hún á miðjunni. Það sést ekki oft. Vá. Frábær mótbyggja þarna, klárar þetta með stæl, 11-3. Þetta var önnur frábær lóta hjá Sól. Já, 2 stuttar lótur í röð og ég vorkenni bara Harriet núna, ég veit ekkert hvað ég myndi segja við Sól í þessum aðstæðum. Það er nefnilega bæði mjög þægilegt og mjög óþægilegt að vera þjálfari þegar að leikmaðurinn hans vinnur stórt. Maður veit ekki hvað maður að segja en maður vill ekki bara hrósa. Þetta er alveg erfitt, sko. En það getur verið erfitt að koma tilbaka eftir stóran sigur, þannig að Anna getur snúið mótvindi í meðbyr. Pressa á Sól núna kannski að vinna aftur. Já, það er nefnilega getur það. Það er hættulegt að vera 3-0 yfir, gefur oft smá eftir eins og sánu bara í síðasta leik, þannig Birgi. Já. 3-0 yfir og misti sér næstu lótu, þannig að maður þarf að passa sig að hafa varan á. En Anna verður að koma mun ákvæmt til leiks í næsta lótu, ætla ég að segja. Að passi uppgjónum, komin óvart og stilli upp fyrir sjálfur sér í næsta höggi. Akkurat. En Anna er fyrri til að yfirgefa þjálfarabóksið og hún tekur sér samt smá svona andlega pásu áður en næsta stríð hefst. Sól er tilbúin og það er ekki á henni að sjá hún hafi spilað 3 lótur á borðtennis rétt í þessu. Nei, það er í mörgu forminu Sól og gæti spilað 20 í viðbót held ég, það sem maður fara að segja þannig. 4. lóta. Fallega stæðsning þarna, smá heppni kannski að kissa netið en það er partur af borðinu. Klúður hérna ekki hjá Sól, óvanlegt að sjá. Þetta er allt annað, hún er nú þegar komin jafn mörg stig og í allri síðustu lótu. Já, miklu betur byrjun hér. Það er ekki sem maður sá þennan alveg oft úr Sól. Utalega forhund og síðan inn í vasa. Þetta er smá svona dúa hjá henni, hún gerir það vel. Fallegu bolti þarna. Já, það er ekki mikið við þessu að gera, því miður. Nei. Vá. Sól svarar sér vel. 2 góð stig í röð. Nú er aðeins að kvikna í leiknum. Anna leiðir 4-2. Þetta er dýrt. Þetta er aldrei gott. Þetta er dýrt. Fimm, 3, þarna er Sólusækja, en annars verður svona aðeins meira tilbúin núna fyrir þetta. Kannski búin að læra aðeins inn á eftir síðustu lótur. Hvað Sól er að gera.
Já, það nú kannski einhver leikmenn að hlusta á, þeir hljóta að þekkja tilfinninguna að maður lendir undir eftir að hafa unnið stórt og lendir svo undir eins og Sól gerði hana 3-0. Það getur verið mjög andlega lýjandi, sko. Dómarinn spyr eitthvað vafatri og veitir Önnu stigið á tæknivillu. 6-4. Já, góð ekki þessu Sól. Anna er búin að vera vandræði með henni í leiknum. Þessi langa pendulum, hún er óþægileg. Þannig klúri uppgjöf, þetta er stressandi leikur, stressandi að vera 3-0 yfir líka, nei 3-0 undir fyrir ekki. Já, maður sér nú alveg á henni, hún er ekki sátt við þetta sjálf, sko. Nei, hún getur mikið betur. Það vill lengi leikmaður að klúra ekki. Hann gerir annað vel, stendur af sér fyrstu sóknina, en nær að veiða Sól út í bakhund, þar sem hún klúrar sjálf. Ætlaði sér mikið að senda á skáðan, án þess að vera með líkamann almennilega opinn. Já, Sól er búin að spila alveg mikið eins í þessu leik, hún er búin að vilja koma fórn inn, sem hún gerir nú vel, þolinmóð í bakhund. En hún getur nú beitt sér ansið vel með bakhund líka, eins og hann gerir í síðustu, það má ekki hætta því. Flott ekki hann á Sól, þetta eru erfiðar rykkir að eiga við, annað enn í vandræðum. 7-7. Þetta var skrítið. Skoppaði hann tvisvar eða? Ég veit það nú ekki. Sýndist það var bara svolítið skrítið stig. Já, allavega stigið var Önnu, það er ekki hægt að deila það. Ég er viss að þetta verði rætt í spjallhættunum sem að kemur eftir lok 8 manna úrslita. Ekki spurning. Já, smá hík hana í Sól. Það var vel gert. Þungur undirsnúningur frá Önnu, vel staðsettur aftarlega á borðið, nánast á hvítulínunni. Frábærlega gert hana. En það mistur hann of hátt. Auðvelt fyrir Sól að smassa þennan. Já, Sólina kom alltaf óvart. Það er erfitt að sjá hvað þessi uppgjöf var verulega með engan snúning. Kom aftarlega, poppaði beint upp. Vá. Ég gerir það vel. Og einhvern veginn er orðið jafnt aftur, 9-9. Anna var nú yfir í fyrstu lotunni nánast allan tíman. Það er timeout hjá Önnu. Já, þetta er stressandi. Hún var yfir í fyrstu lotunni alveg 9-9 og svo misti hún Sól fram úr sér og tapaði 11-9. Þannig að það er spurning hvort að svipað sé að gerast hérna. Það er allavega þess virði að taka timeout. Já, það er hugsað að vilja ekki landa í því aftur. 9-9 missa lótuna, það vilja þessa lótu. Og þetta er vinnan ekki að leikurinn búinn, þannig að það er ekki spurning rétti tími fyrir timeout núna. Einmitt. Og Auður er náttúrulega með í eyrunum leikreiningu á fyrstu lótunni sem ætti að vera komin, já það er 2 lótur á milli, hún ætti að vera komin leikreiningin á þessum tímapunkti. Þannig að hún veit hvað fór úrskeiðis í fyrstu lótunni og það er að gera fyrir hana, að reyna að koma í veg fyrir að það gerist eftir. Og eins og við erum að búast, það var Sól fyrri til að mæta borðinu. Já. Heldur að timeoutið hafi verið búið hjá Sól eða vildi hún eiga það sálfræðilega að vera fyrri inn að borðinu? Spurning, það er spurning. Svo sem ekki mikið þess að það er að segja Sól komið svo borðið. Það var Anna aðeins að flýta sér. Reyndi aðeins svo mikið kannski. Þetta var mikilvægt stig. Nú Anna ekki, hún hefur unnið margar uppgjafir. Og það er komið 11-9, 4 lóta. Sól tekur þetta bara öruggt. Já, þetta hlýtur að vera svekkjandi fyrir Önnu en maður verður að gefa Sól það að hún átti skil að vinna þennan leik. Hún spilaði betur en Anna gaf frá sér þennan 2 lótur. Já, náðist ekki strik 2 en eins og maður segir fyrir leik, þetta var ekki auðveldur andstæðingur sem lenti á móti. Sól ríkjandi Íslandsmeistari í tvíðarleik og tvendar, einungis 14 ára. Þannig að hún verður að teljast með þeim líklegri í mótinu. Já, það verður spennandi að sjá hvað hún fer langt í þessu móti. Sól er að arka tilbaka og innan skamms þá munum við ná að veiða hana Önnu Sigurbjörnsdóttur og jafnvel Auði þjálfarinn hennar í viðtal. Sjáum til hvað við náum tala af. Þangað til þá. Takk fyrir. Takk.
Jæja, Anna, þú hefur lokið keppni í BH-bikarnum, fyrsta skipti sem þú tekur þátt. Ertu ánægð með frammistöðuna? Kannski ekki á öllu leyti. Mjög gaman að taka þátt í þessu móti og heiður að vera boðið að vera með. En ég náttúrulega kannski ekki alveg í mínu besta formi og já, þó nokkuð meira en 20 heldur en móterinn, 37 ár. En já, þetta var gífurlega gaman og það var sem sér gekk vel, annað miður, þá eitthvað til að bæta. Hvað til dæmis gekk ekki alveg sem það geta fattað með þetta? Já, það er kannski líka bara svona rútínan að maður ekki alveg með þetta og ég náttúrulega ekki eins mikið eins og ungu krakkarnir, það bara allt í lagi, það gaman að því hvað efnileg og fín flott starf hjá BH. Það gaman að hafa þig í mótinu þetta árið og takk fyrir þátttökuna. Takk kærlega fyrir mig.